Hótel Vest staðsett í gamla kaupfélagshúsinu á Patreksfirði. Það voru hjónin Sigríður Björg Gísladóttir og Jóhann Svavarsson sem tóku húsið í gegn og opnuðu hér hótel árið 2014. Jóhann féll frá 2017 og síðan þá hefur reksturinn verið í höndum Sigríðar sem tekur á móti gestum eins og sínu eigin heimili. En byrjum á byrjuninni. Sagan hefst þar sem Jóhann að leiðsegja hópum svæðið. Maður minn heitir Jóhann Svavarsson. Hann var hér ásamt fleirum með lítið fyrirtæki sem heitir Umfar, sem var göngulausugur fyrirtæki. Og hann var og þeir voru að fara hér Rauðarsandshreppinn og leiðsegja út Tálknafirði yfir í Arnarfjörð og í Arnarfjörðinu. Og þetta jókst svona, þetta vatt upp á sig, getur sagt. Þannig að við kaupum þetta hús sem upphaflega var kaupfélag, byrjaði byggjaði 1952 og við kaupum það og það var í mikilli niðurníðslu, tökum það bara allt í gegn, innan og utan og fyrstu gestirnir komu hérna árið 2014. Þá vorum við eingöngu með efstu hæðina en við þurftum að láta lyfta þakinu, setja 5 kvista hérna framáverið, þar snýr út á sjónum og þar var gisting til að byrja með. Við vorum hérna með bráðabirgða matsölu, hérna borsal hérna niðri og eldhús og þvottahús. Síðan 2015 að þá búið að klára allt saman innandyra og við tökum þessa hæð í gagnið og borsal og setjustofu sem niðri og fjölskylduherbyggi sem þar líka. Þannig byrjaði þetta allt saman. Já. En síðan fellur maðurinn þinn frá og þú tekur þá alfarið við rekstrinum hér einn? Já, ég ger það. Hann fellur frá 2017. Nú það var ekkert annað inn í myndinni en að halda bara áfram. Og ég hef nú aldrei komið nálægt hótelrekstri fyrr. Ég hugsaði þetta bara sem stórt heimili sem var að taka á móti gestum og bara hugsaðum að láta þeim líða sér best hérna hjá okkur. Það var ekkert flóknara það. En þó þetta nú töluvert flókið að reka svona. Hvernig hefurðu fundið í þessu starfi? Veistu að mér finnst þetta skemmtilegt. Ég með þeim ósköpum gerði ég þar svolítið að stússast. Það var nú að gera. Móðir mín kallaði mig stundu Sigríður Stórráður, það getur vel, það sé eigi við mig, en mér finnst þetta skemmtilegt starf, það hjálpar mér sko. Sigríður fædd og uppalin á Patreksfirði, en eftir að flutti í burtu og prófa að búa annar staðar, leitaði hugurinn á endanum aftur heim. Hún kom því tilbaka með reynslu sem nýtist henni í dag í lífi og starfi. Sigríður leitaði þó einnig mikið í þann lærdóm sem móðir hennar kenndi henni í uppeldinu. Móðir mín var mjög ströng. Og þar lærði ég óskaplega, það hefur komið sér vel þá maður belfaði svona með sjálfum sér hérna þegar hún var að láta mann gera hlutina aftur, af því henni líkaði ekki alveg vinnubröðin. En það hefur komið sér vel í gegnum tíðina og ég hef metið það meira eftir sem verð eldri. Og það þýddi ekkert að flýta sér og skauta fram hjá hornunum þegar maður var að skúra. Það var bara viltu gera þetta aftur. Þannig að það það sem að ég hef lært meðal annars af henni og mér finnst stundum eins og þegar ég að brjóta saman hérna tauið að hún sé hérna horfið yfir öxlina á mér og gerði þetta almennilega stelpa sko. Þannig að það auðvitað kemur á langar ævi þá þannig læra maður sér búin að læra ýmislegt og sem að hjálpa manni í dag. Já. En þú talar þetta, þú búin að reka heimili og hérna þetta reka mjög stórt heimili. Já, mér langar til að spyrja þig, hvað að mikilvægast að hafa í huga þegar maður að reka svona stórt heimili? Það fyrir það fyrsta að heimili sé hreint og snyrtilegt. Og síðan að taka vel á móti gestum og sjá að þeim líði vel og fari glaðir út. Það það sem skiptir máli. Hérna í svona þessum gistibransa þá maður að selja líka hvíld. Þannig að áherslan lítur að vera það að gesti hvílist vel hér og Patreksfjörður það nú ekki mikil ís og þist, þannig að hér á maður að geta hvílst vel. Já. Og við nú svo nálægt sjónum og það svo gaman að fylgjast með útlendingunum sem komu stórborgunum. Þeir sitja við gluggann
og á vorin þegar æðakollan að kenna ungánu sínum að matast. Það, sko, ein frúin sagði við mig, vistu það, ég næ ekki manninu mínu frá glugganum. Hann var bara fastur. Og þetta svona heilun. Þetta alveg heilun að sitja og horfa á náttúruna. Þannig að fólk held ég bara sátt. Ég held að gera það. Já. Nú ertu hérna, kemur hingað aftur og færð fullt af gestum og það hlýtur að vera algeng spurning, já, hvað það hér við Patreksfjörðinn sem að dregur mann að, hvað á ég að gera hér? Já, auðvitað, og það var svolítið skemmtilegt í sumar. Auðvitað spyrja, útlendingarnir oft búin að undirbúa sig mjög vel. En í sumar voru flesti gestirnir okkar íslenskir og það var mjög skemmtilegt að taka móti þeim og segja þeim hvað þau ættu að fara að skoða. Það náttúrulega svo mikið paradís hérna við það. Rauðasandurinn, Látrabjargið, nú fara í Tálknafjörð og fara í Pollinn í Tálknafjörði og það bara svo margt að sjá. Arnarfjörðurinn er fallegur, þannig að fólk þarf ekkert að láta sig leiðast. Nei. Og hér dugir þá heldur ekki stutt stopp? Nei, það dugar nefnilega ekki stutt stopp. Hérna þarf fólk að stoppa í 2 daga, finnst mér. Ég ekki bara sölumennskan að gista í 2 nætur. Ég held bara til þess að fólk njóti dvalarina og þá þarf það að stoppa í 2 daga.